Ég ætla að tala hérna lítið verkefni sem að við í Þelamerkurskóla settum á laggirnar og man ég ekki tíminu svo fljótur orðið að líða. Ætla að sé ekki svona 4 til 5 ár síðan að við fyrir alvöru bjuggum til þetta litla verkefni sem heitir virkni og þáttaka sem núna teljum við að sé orðin hluti af starfinu. En það heitir virkni og þáttaka og þá er verkefni til þess að efla nemendalýðræði í skólanum okkar. Og ég setti nú þarna til þess að efla nemendalýðræði í grunnskóla setti ég sem undirtitil á erindi því að ég held að miða við þá reynslu sem við höfum í skólanum og þá reynslu sem ég hef úr grunnskólanum að þá snúist það að efla nemendalýðræði í grunnskólum og að því að búa til kerfi, ég kem að því seinna, að búa til kerfi sem að eflir virkni og þáttöku nemenda. Og ég ætla að fara yfir það. Nú, af hverju er okkur umhugað lýðræði í skólastarfi og til hvers þurfum við þess? Ég nefnilega fer svolítið á milli Reykjavíkur og Akureyrar og las árið 2007 í Morgunblaðinu viðtal við Wolfgang Edelstein og tek upp úr því viðtali það sem á þessari glæru stendur. En þetta viðtal var sem sagt við hann í tilefni af því að hann var hér í heimsókn og það var verið að tala við hann nemendalýðræði eða lýðræði í skólum og því að hann hafði stýrt og stýrði þá, ég veit ekki hvort hann gerir það, en þá verkefni í Evrópu sem miðaði að því að efla nemendalýðræði eða nemendur í skólum. Og hann sagði þetta, ég setti þetta nú svona upp eins og á lýriskan hátt en við skulum bara njóta þess samt. Hann segir, lýðræði er lífsform, sagði hann, við getum lifað samkvæmt því að í lýðræðinu, lifað með því. Og lýðræði er líka samfélagsform og lýðræði er stjórnunarform. Okkur er tamast að tala lýðræði sem stjórnunarform. Og þar undir lýðræðið er það sem við köllum og sem kannski, maður myndi ætla, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, maður myndi ætla að væri, hvað maður segja, kannski einfaldasta gerðin, fulltrúalýðræðið. Það er mjög einfalt að búa til kerfi fulltrúalýðræðis af því það er það samfélagsform sem við lifum í. En hann sagði líka í þessu ágæta viðtali að í því verkefni sem hann var að stýra og hélt utanum, þetta var í framhaldsskólum, hann sagði að það snerist þessa spurningu, þetta verkefni. Hvað þurfum við að gera í skólunum til að þeir sem fara í gegnum þá skilji hvað lýðræði er og verði sjálfir þáttakendur í lýðræði? Því að í grunnskólalögunum og aðalnámskránni var og er talað undirbúning fyrir þáttöku, muniði. Og síðan er það þá þannig að besta æfingin er náttúrulega að vera þáttakandi hér og nú. Þess að læra hér og nú í samtímanum til þess að undirbúa sig fyrir framtíðina. Nú hann sagði, fór þetta út fyrir, þannig var verið glærurnar eru settar í svona eitthvað víð. Þetta er ekki svona ljótt á mínum skjá. En lýðræðisvæðingin felst meðal annars í því að kenna fólki að standa fyrir máli sínu, að hlusta á aðra og að líta á annað fólk sem jafningja. Nei, þið sjáu þetta. Svona einfalt er þetta. En í sjálfu sér þá er þetta kannski ekki svo einfalt í framkvæmd vegna þess að okkar skólakerfi ætla að taka þessa ljótu glæru. Í okkar skólakerfi það byggist í raun og veru hefur ekki byggst í gegnum tíðina á þáttöku nemenda og þeirra sem eru í skólastarfinu og standa utan það. Það byggir eiginlega á því að fræðarinn veit og það er hann sem miðlar. Kannski á leikskólinn aðra hefð. En núna
er það þannig að það eru lög grunnskóla, önnur grein laganna sem kveður á að við erum að undirbúa þau, eða nemendur. Það almenni hlutinn og það er einn af grunnþáttunum einmitt lýðræðið og kemur náttúrulega inn á þá í leiðinni inn á sjálfbærnisþáttinn og svo þáttin jafnréttisþáttinn. Þannig að það er til mikils að vinna takist manni að virkja nemendur. Þessi er ekkert svo ljót. Undirbúningur fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Guðmundur Páll Ásgeirsson sem er námsráðgjafi við gamla iðnskólann sagði þetta að hann tók fram þessi 3 þætti með beinni þátttöku í lýðræðislegu starfi í skólanum og þarna undir eru tillögur hans að því hvernig hægt er að gera þetta og í kennslu og námi og með því að upplifa að mannréttindi séu virt í skólastarfinu. Á þessa 3 vegu leggur hann til að við vinnum að því að efla lýðræði í starfinu. Endilega spyrjið á leiðinni. Númer 1. Já. En þá aftur heim í Þelamerkurskóla. Kveikjan var sem sagt að auka virkni og auka ábyrgð og virkni nemenda. Okkur fannst, og við áttum svo sem enga mælingu á því aðra en þá að okkur fannst nemendur vera farnir að koma til okkur með allskyns svona smá kvartanir sem var auðveldlega hægt að laga með því að ræða það og finna sameiginlega lausn á því. En við áttum í sjálfu sér ekkert kerfi innan skólan til þess að það gæti gerst. Annað en það að nemendur komi til okkar skólastjórnenda eða komi ábendingum í gegnum umsjónarkennara eða kennarana sína þegar við tóma að brást við jafnóðum. En þá voru það kannski við sem að fundum lausnina, skiljið. Við vorum að reyna að búa til kerfi þar sem að við getum aukið samtal milli nemenda og samtal nemenda og okkar þá erum við að tala umhverfi skólans og umhverfi nemenda. Þá erum við ekki farin að velta fyrir okkur að þau hafi áhrif á eigin nám. Þannig að þetta voru fyrstu skrefin, að gefa uppbyggilegri umræðu farveg og að nemendur sjá að umræða getur leitt til jákvæðra breytinga. Að þau getur verið þáttakendur í því í umræðu sem getur leitt til breytinga til betri vegar. Þetta voru nú það sem við lögðum á stað með. Af því að í svona skólum eins og hjá okkur er sígilt að tala mötuneytið og sígilt að tala skólabílinn. Og það er yfirleitt það sem er það sem þeim finnst þurfa að laga. En farvegurinn voru þá þannig að við hugsuðum þetta þannig að það eru bekkjarfundir hvers námshóps. Í Þelamerkurskóla voru á þessum tíma 90 nemendur, nú eru þeir 80 og námshóparnir eru 5. Og hver námshópur hefur bekkjarfundi fasta á stundaskrá og við hugsaum það sem grasrót þessa samfélags. Síðan þar fyrir utan er svo þá fulltrúalýðræði þar sem þau eiga fulltrúa í nemendaráði sem eingöngu skipa nemendum. Það er skólaráð og skólaráði hjá okkur er stýrihópur Olfusverkefnisins sem er verkefni sem er á að vinna gegn einelti. Síðan eiga þau fulltrúa í stýrihóp grænfánaverkefnisins. Síðan bjuggum við til hjá okkur ráð sem heita mötuneytisráð, þar sem að nemendur eiga fulltrúa. Ég tala sérstaklega það á eftir, vallaráði talaði líka sérstaklega sem að það hefur öll völd í skólanum, allavega finnst þeim það. Þau hafa sem sagt hafa með vellina að gera, sem sagt fótboltavöllin og körfuboltavöllin og grasvöllin. Og síðan er það íþróttaráð sem að er okkur leiðbeinandi í þegar eru íþróttaviðburðir, meiri háttar viðburðir. Síðan í sjálfsmati og kynningum á niðurstöðum kannana. Þannig að nemendur fá kynningu á niðurstöðum kannana eins og til dæmis Ólfusskönnunin sem að lögð fyrir á hverju ári og nemendur nota heila kennslustund í það. Að þau fá alltaf, eða þeir nemendur fá alltaf kynningu á niðurstöðum og aðstoð okkur við að finna út hvað það er sem að þarf að bæta og hvað við getum gert til þess að þetta verði enn betra.
Og síðan var skrefið að fara í skipulag eigin náms. Og við erum komin svona nokkuð á vegu með það. En þið sjáið á þessu að það eru fyrstu 2 punktarnir eru umhverfið og líðan. Námið hins vegar það sem við eigum aðeins í land með, en erum alltaf að vinna að. Þannig farvegurinn í mynd. Þannig að þið sjáið að grasrótin þannig að bekkjarfundirnir og síðan eru stýrihóparnir þar fyrir ofan. Þannig að inn á þessa mynd vantar íþróttaráði, það kom seinna til. En þarna hugsum við þetta þannig að grasrótin eru bekkjarfundirnir og þar fyrir ofan eru þá fulltrúarnir og það að vera samtal þarna á milli. Það skýrir sig kannski á eftir. Jæja, síðan hér bekkjarfundirnir, þeir eru stutt kynning á þeim. Þeir eru á stundaskrá nemenda, vikulegi fundir og þeir fylgja ákveðnu fundaformi og reglum. Og fundastjórn alltaf í höndum umsjónarkennara nema að hópurinn sé orðin þannig að hann sé orðin mjög fær í reglunum og í umræðunum, að það sé hægt að sleppa algjörlega í höndunum. Og að efnið sé þannig að þau þurfi ekki fullorðins leiðsögn. Umræðuefnið getur verið mismunandi. Það eru opnir umræðufundir án niðurstöðu, þá erum við bara að ræða ýmis mál, landsins gagn og nauðsynjar. Umræðufundir til að fá niðurstöðu og þá fá þau þjálfun í lausnaleit sem við köllum skrefin 5, lýsa og segja frá því sem þarf að leysa, leggja mat á það sem þarf að leysa, skipuleggja lausn saman, setja lausnina í gang og endurmeta hvort hún hafi virkað. Það eru þessi 5 skref. Síðan eru til fundir gildismat og þarna sett ég inn eigið nám. Það hægt að ræða það hvernig maður ætlar að leggja upp eitthvað ákveðið efni, þemaefni eða annað og síðan skólastarfið almennt. Og síðan eru ákveðnir skipulagsfundir viðburði og nám. Hvernig við skipuleggjum það sem við erum að gera. Vil ég spyrja bekkjarfundina? Þetta mitt hjartans mál, ég geta öllu svarað bekkjarfundi. Þeir eru einu sinni, spurt hvað eru þeir oft? Þeir eru einu sinni í viku. Þeir sem að þekkja stig af stigi, leikskólinn þekkir það, og þeir sem þekkja vinir Sippis, þá þetta fundaformið mjög svipað og þeir sem þekkja jákvæðan aga, uppeldisstefnuna jákvæðan aga og uppeldi til ábyrgðar, að þá eru þeir innbyggðir í þá stefnu en við höfum svo sem ekki tekið upp ákveðna stefnu í uppeldisstefnu nema við erum búin að ákveða okkur hvað stefnu við ætlum að taka. Fleira. Þegar að hópur og kennari eru orðnir mjög þjálfaðir í þessu formi, þá nánast hægt að setja hvaða efni sem til úrlausnar og umræðu á svona fundum. Og hópar sem hafa alist upp með þessu, þeir eru eldsnöggir að setjast niður í hringinn. Þetta fara alltaf fram í hring. Þeir eru eldsnöggir að setjast niður í hringinn og fylgja reglunum sem fylgja á fundunum til þá lausnar. Og það undravert að horfa á það þegar það gerist. Þá verður maður svona meira og trúir á framtíðina. Heyrðu, þá það mötuneytisráðið. Það skipað 5 fulltrúum nemenda og það 1 úr hverjum námshópi. Og það skipað til skólaársins. Við reyndum að skipta á, af því það ásókn í að vera fulltrúi í mötuneytisráði, að við reyndum að skipta því þannig að það væru 8 tölur á vorun og eitthvað svona. Það bara fer allt í steik. Það bara til ársins. Það eru matráður og skólastjóri sem sitja fundina og það fundar að jafnaði einu sinni í mánuði. Og fundardagsskráin alltaf svo sama. Það í fyrsta lagi matseðill liðins mánaðar, tillaga matráðs að matseðil næsta mánaðar og þá farið yfir þetta allt svona á sama blaðinu og svo eru önnur mál.
og undir önnur mál geta komið upp allskyns mál sem við sjáum ekki, sem að nemendur sjá og geta bera þarna fram. Og ég með hér Astrid María Stefánsdóttir, heimasætan á Bægisá. Henni finnst ganga vel, nú ég nefnilega ætlaði ég að vera með þetta á prenti en sko gleymdi því og með þetta bara hér þá á vélinni minni einhvers staðar. Henni finnst ganga vel í mötuneytisráði. Þegar líður að fundi í ráðinu þá fáum við hérna kemur eitthvað svona, þá fáum við skilaboð þegar líður að fundi í ráðinu þá fáum við tíma á bekkjafundi til að ræða mötuneyti, þá það efni á fundi. Ég skrifa niður það sem krakkarnir gera og fer með það inn á fundin. Það koma oft góðar hugmyndir þegar ég á fundinum, en þá skilningur á hugmyndur nemenda. Það vita allir á fundinum hvað krakkarnir í bekknum mínum að tala en þegar ég kem svo aftur tilbaka inn í bekki minn þá mætti stundum vera meiri skilningur þar á því að stundum verða ekki allar hugmyndirnar sem við fáum á bekkjafundum að veruleika, sem ég á beðin að fara með inn á fundin. Við þyrftum að reyna að laga það einhvern veginn. Þegar ég veit ekki hvað sú lausn á að fela í sér. Áfram heldur Astrid, hvað finnst mér? Mér finnst gott að hafa mötuneytisráðið. Það betra núna en áður en það varð til. Núna fá krakkarnir að koma með hugmyndir sínar hvað þeir vilja og það einhvern veginn meira svigrúm fyrir okkur. Hvað finnst ykkur það? Eins og það hefði ekki verið reiknað með nemendum í skólanum. Við fáum að segja það sem okkur finnst mötuneytið og kynnast því hvernig matráðurinn hugsar matseðilinn og annað í mötuneytinu. Mér finnst ekki að Ingileif og Óli ráði öllu þó þau séu með okkur á fundum. Það var nú gott að vita það. En ég veit ekki hvort hún segja þetta því að ég satt við tölvuna og ég veit að þau hafa meira vald en við til að segja okkur hvort hugmyndirnar ganga eða ekki. Til dæmis þá vildu nokkri krakkar fara að koma með nestið að heiman. Af því það ekki þannig á Þelamörk að menn geti komið nestið, það skildi að vera í mötuneyti. Til dæmis þá vildu nokkri krakkar fara að koma með nestið að heiman í staðinn fyrir að borða í mötuneytinu. Óli og Ingileif vita að það hugmynd sem þarf að ræða á fleiri stöðum en hjá okkur en ekki bara í ráðinu okkar og þau sögðu okkur það. Á fundinum þegar allir í ráðinu hafa sagt frá hugmyndu sínum þá hugsa þau hugmyndirnar, segja hvað þeim finnst, við ræðum saman svo þær og vinnum saman að því að finna lausnir eða að koma hugmyndunum í gagnið. Mér finnst að allir hafi jöfn tækifæri til að koma með hugmyndir og mér finnst gott að krakkarnir geta leyft sér að koma með hugmyndir og ábendingar og við finnum að við ráðum einhverju. Þetta sagði nú Astrid og hún svona velmáli farin. Ég lagaði þetta ekki. Nú, svo það hið valdmikla vallaráð. Þar okkar helsti vandi að þangað vil sækja bara drengir. En það skipað 5 fulltrúum nemenda, það 1 úr hverjum námshópi og það líka skipað til skólaársins. Það þekkja það eða flestir sem að starfa við grunnskóla að það ekki hægt að rífast meira neitt eins og hver eigi í völlin eða hver hafi sýnt hverjum yfirgang. 7. bekkur sýndi yfirgang og rak 5. bekkinga úthaf og svo framvegis. En það fundar að minnstakosti í upphafi annað til að skipta tímanum á vellinum á milli námshópa og það 1 úr hverjum námshópi og það ekki íkjur að 10. bekkingur hlustar á það sem 1. bekkingur hefur að segja. Og það fundar líka í lok skólaársins til að meta hvernig skiptingar vetrarins hafa gengið og svo fundar það líka eftir þörfum. Því að ef það kemur eitthvað upp sem að þarf að laga eða útkljá, þá því bara vísa til vallaráðs og það kallað til fundar í vallaráði. Býtu nú við, þá það vallaráð. Þá það Davíð Heiðmann Aðalsteinsson á Auðnum í Öxnadal. Hann segir, það gengur betur með vallaráði núna en það gerði fyrst.
Það ekki langt síðan að við breyttum töflunni, það þá skiptingunni. Hann var mjög upptekinn af skipulaginu á þessu. Það ekki langt síðan að við breyttum töflunni þar sem við skiptum tímanum á vellinum á milli okkar. Það voru ekki allir ánægðir fyrst, en núna eru allir sáttari. Þetta þannig, og við erum svo gaman að heyra hvað hann finnur til mikillar ábyrgðar. Þetta þannig að nemendur í bekknum mínum koma til mín með hugmyndir af því sem þeir vilja, af því þeir vita að ég í vallaráðinu. Ég tala svo við Unnar sem aðstoðarskólastjórinn því hann tók vallaráðið, sjáu það líka kynjaskiptingi þessu. Ég tala svo við Unnar málið og svo köllum við saman fund. Ég var til dæmis ekki hrifin af einni hugmyndinni sem strákar komu með til mín. Þá þarf fulltrúin að taka til sín allar hugmyndir, hvað sem hann hrifin af þeim eða ekki, en ég sagði frá henni samt á fundi í vallaráði. Þessi hugmynd var að breyta tímanum hjá okkur í mínum bekk og færa okkur á milli hópa á vellinum. Þegar við vorum svo búin að ræða þetta á fundinum, þá breyttum við svo ástandið á vellinum hefur batnað eftir það. Ástandið á vellinum. Þegar þið næst keyri fram hjá þjóðveginum, þá vitið hvað máli snýst. Nei, ég veit, en það gott að hafa ráðið. Þarna hann segir að hvað finnst mér? Mér finnst gott að hafa vallaráð. Þegar einhver vill breytingu þá getur hann komið til mín og sagt mér frá henni. Hann veit þá hvað verður þá ábendingu og ég fer með hann til Unnar svo inn á fund vallaráðs. Mér finnst Unnar ekki ráð öllu á fundunum. Allir á fundunum koma með hugmyndir, hann hlustar á okkur, skrifar þær niður, hugsar þær og við ræðum svo saman lausnirnar. Úr þessu verður tímaskiptingin til og breytingarnar sem við þurfum að gera á vellinum. Þau fengu bæði sömu spurningarnar frá mér. Eftir 5 mínútur, við skulum sjá, þetta hefst. Könnunin lögð fyrir í desember á hverju ári og niðurstöðnar kynntar. Venjulega þær kynntar þannig í þessari röð sem þarna frá 1 til 3 eiginlega. Við bættum 4 og 5 við, þannig að nemendur fá sérstaka kynningu. Kölluðu þau saman á sal, við stjórnendur kynnum niðurstöðnar og gerum svolítið úr því að þetta hluti af okkar skóla og það hluti og það að þetta gengur vel þeim að þakka og það eru þau sem geta breytt sig ef eitthvað Þeim svo skipt í hópa og þau ræða niðurstöðnar. Við erum nú yfirleitt búin að taka svona eitthvað úr þeim þar sem skiptir máli hverju sinni. Frá nemendum koma tillögur sem við förum svo með inn í skólaráð og kynnum þar. Og hvert skólastig, það ekki allir kallar því við kynnum þetta ekki eins fyrir 1. bekk og 10. bekk. Og reynsla mín af öllu þessu verkefni, sem núna náttúrulega ekki lengur að vera verkefni, að þetta eru kostirnir. Nemendur eru ábyrgir í tali. Nemendur sýna starfsmennu nýjar og ókunnar hliðar á málum. Við heyrum þeirra veruleika, hvernig þau sjá eigin veruleika. Nemendur vita núna af því það til kerfi. Nemendur vita hvert ber að veita umræðunni. Það ekki bara að vera að tuða eins og sagt Nemendur þau kunna nú á orðið að leita lausna af því að við spyrjum í lausninni. Og á meðan að unnið í málum þá kólnar ástandi eins og til dæmis af vellinum. Nemendur hlusta eftir sjónarmiðum annarra sem mjög mikilvægt og nemendur eru ófeimnir að koma ábendingu sínum á framfæri við kennara og skólastjórnendur. Ekki það að þau hafi verið áður en þau vita að það hlustað. Gallar lýðræði tekur bara tíma. Í skólum eru við vön að setjast niður og kennarafundatími eða stigstími eða eitthvað getur tekið bara og skipt tímanum á milli nemenda og allt það. Það kostar skipulag og það kostar tíma að finna tíma fyrir grænfána nefndina að hittast og samræma það. Eru allir lausir, hver í íþróttum og svo framvegis. Og það val á fulltrúum nemenda sem við erum að vísu búin að laga, nú eru framboð og svo dregið. Það ekki kosið. Hvað svo?
Fylgja verkefninu meira og betur eftir og formgera það enn frekar. Það er sem sagt að festa í sessi hjá okkur áhrif nemenda á eigið nám og reikna alltaf með því að nemendur geti tekið ábyrgð. Það erfiðasta í þessu verkefni eru við sjálf. Við erum vön að stjórna þessu. Það eru við sem höfum haft vit fyrir þeim fram til þessa. Ábyrgð, að setja ábyrgð á fleiri einstökum verkefnum, því þar er svo einfalt að gera þetta. Að setja ábyrgð á fleiri verkefnum, einstökum verkefnum, til nemenda bara sleppa takinu á því. Nemendaráð víkka verksvið þess, ekki bara láta það vera viðburðadeildina og fjölga verkefnum, og skólaþing allra nemenda er núna fast á skóladagatalið þar sem að öll ráðin okkar og nefndirnar verða sem sagt með umræður og umræður á borðum. Niðurstaðan er, þetta er síðasta, að frumkvæði, þetta er dálítið er verið að reyna að meitla niðurstöðuna, frumkvæði, stuðningur og eftirfylgni fullorðna fólksins við að stofnana binda takið eftir og formgera nemendalýðræði ef forsenda virkni og þáttöku nemenda. Þetta þýðir það að við þurfum að byrja og við þurfum að búa til kerfið, viðhalda því og styðja við það þannig að þau verði virk og taki þátt. Þannig að við þurfum að byrja hjá okkur. Og þetta eru sem sagt bændur úr Hörgársveit. Virkir þáttakendur. Takk fyrir mig.